Viktor andleg fræði, 13. kafli, sorgin. Fáir fara í gegnum lífið án þess að upplifa missi af einhverju tagi. Það getur verið missir náinna ættingja og vina, atvinnumissir og eða eignamissir. Slíkt skapar mikla sorg sem kemur yfir og hefur mikil áhrif á viðkomandi. Þá hefst sorgarferli sem getur varið í mislangan tíma hjá fólki. Sorgin er lamandi tilfinning sem skapar doða, dregur viljastyrkin frá viðkomandi og oft á tíðum hverfur löngunin til að lifa. Það myndast mikil spenna í líkamanum og það er líkt og stór hella leggist á brjóst viðkomandi. Matalistin hverfur hjá mörgum og svefnvenjur raskast. Allt er þetta eðlilegt viðbragð sem birtist við missi af einhverju tagi. Mikilvægt er að vera meðvitaður sorgina og leyfa henni að koma, líkt og með aðra tilfinningar við hinar ólíku aðstæður sem hið jarðneska líf hefur upp á að bjóða. Það er eitt af verkefnum sálarinnar að læra að takast á við sorgir og áföll sem birtast oft fyrirvaralaust. Besta lækningin við sorginni er gráturinn en hann losar þá spennu í líkamanum sem sorgin skapar. Hann losar einnig og vinnur á sorginni. Það er eðlilegt að þurfa að gráta í tíma og ótíma í sorgarferlinu. Best er að leyfa grátunum að koma og mikilvægt er að halda honum ekki niðri. Hann er í raun viðbragð líkamans við sorginni. Margir eiga það til að halda grátunum niðri og leyfa sér ekki að gráta, en slíkt er aðeins frestun á að vinna úr sorginni. Slíkt heldur henni niðri og hún getur þar með setið í líkamannum í komandi ár. Hún getur komið upp aftur og skapað viðkomandi þær þjáningar og vanlíðan sem hér hefur verið lýst. Best er að leyfa sér að gráta og losa þannig sorgina í brjóstinu og smám saman hverfur sorgin og eftir standa minningar góðra stunda með þeim sem farnir eru. Góðar minningar lifa í hjartanu og er ávallt hægt að kalla þær fram til upprifjunar góðar stundir úr fortíð. Einn af mikilvægari þáttum andlegrar opnunar er að losa út gamlar sorgir úr fortíð og flestir finna fyrir gömlum sorgum í brjósti sínu. Mikilvægt er að hreinsa út alla sorg og skapa þannig rými svo Guðsorgan geti streymt óhindrað líkamann og hjartað. Gott er að setjast niður líkt og í hugleiðslu og loka augunum og fara yfir líf sitt í huganum allt frá barnæsku til dagsins í dag. Þannig má finna gamlar sorgir úr fortíð. Mikilvægt er að vera meðvitaður þær tilfinningar sem koma í brjóstið þegar farið er yfir lífslaupið í huganum. Gömul sorg úr fortíð leynir sér ekki, komi hún upp í hugan, því þá kemur hella fyrir brjóstið og væg einkenni eins og lýst var hér að ofan geta komið upp aftur. Þegar gömul sorg úr fortíð er endurupplifð er mikilvægt að hugsa sterkt þá atburði sem ollu sorginni til að ná fram gráti, því þannig má gráta út gamlar sorgir og hreinsa þær úr fortíð sinni. Þessi ferill getur tekið tíma og er krefjandi verkefni en það er engin leið fram hjá þessu ferli því þetta er stór hluti af þeirri innri hreinsun sem þarf að eiga sér stað í andlegri opnun. Einnig er mikilvægt í framtíð við komandi missi að ganga í gegnum sorgaferlið og leyfa sér að gráta og klára þannig sorgaferlið svo sorgin sitji ekki líkamannum í komandi ár. Það er hluti af því að vera meðvitaður sjálfan sig og tilfinningar sínar en það er eitt af því sem lærist vel við andlega opnun. Að vera ávallt meðvitaður. Áföll og missir eru hluti af hinu jarðneska lífi og það er verkefni sálarinnar að læra að takast á við þau á réttan hátt og forðast að láta þau halda sér niðri og skapa sér þjáningu ókomin ár.